Komið sæl. Komið sæl. Velkomin í Timbermenn. Við heilsum ykkur á ný eftir stórvirki síðustu þátta. Jú. Sólpallur og skjólveggur og... eintóm þrekvirki. Já. En nú ætlum við aðeins að minnka umfangið. Jú. Og ætlum að smíða, blómakassa. Já, við nýtum efnið hérna, afganginn úr 98 efninu. Já, stöðra efnið. Stöðra efnið, já. Já. Þetta er það sem við ætlum að nota. Já. Þetta er flott það. Þetta er stöðra efnið. Þetta er stöðra efnið. Já. Og það er nú töluvert sem að gekka af, þannig að við getum nýtt okkur þetta. Já. En hvernig eigum við að hafa hann í laginu? Eigum við ekki að hafa hann í þessu tilfelli átthindan? Átthindan? Já. Ánáttúrulega fer maður að hugsa sko, hvernig á maður að hafa sko gráðurnar? Hvað á maður að hafa þetta, eins og Afi sagði alltaf, ekki hafa þetta svona skakt. Nei. Þetta hafa þetta rétt. Það verður að falla nokkurn veginn saman. Já. Skurðirnir. Og þá þurfum við að saga þetta saman. Það gefur náttúrulega augaleiði, ef við ætlum að hafa kassan ferhindan, þá er þetta 45 gráður. Já. Ef við ætlum að hafa hann 5 hirndan, þá er þetta 36 gráður. 30 gráður. 30 gráður. Já. Og ef við ætlum að hafa hann 6 hirndan, þá er það 36. Já. Og svo ef við ætlum að hafa hann 8 hirndan, þá er það 22,5. Já. Þú bara manst þetta allt saman? Ég er með þetta algjörlega á tæru. Allt á tæru? Já. Vegna þess að ég fann svona spjald og á Já. Búin að stúdera spjaldið. Hérna sjáum við sko, hérna er við sko 45 gráður, þá fáum við svona ferhyrning, og ef við skerum þetta í 36 gráður, þá fáum við 5 hyrning, ef við skerum þetta í 30 gráður, þá fáum við 6 hyrning, og svo fáum við 8 hyrningin, og þá erum við 22,5. Já. Þannig að þá þurfum náttúrulega, það er einhverja leiðir að þessu setta marki. Jó. Er ekki? Hvað með að nota geirungsaugina? Við prófum að nota hana og hún er nú náttúrulega lítil en við reynum að nota hana. Er ekki? Jú. Geirungsaugin komin á borðið, hérna, eða gráðusaugin, gráðubogasaugin, hvað sem þetta nú heitir. Og þetta er bara svo sniðugt að hérna eru búið að setja inn sko, merkja inn gráðurnar og við ætlum að fara í 22,5. Þannig að þá mælum við hérna, hérna eru 10 cm, 90, 80, 70 og við mælum það 10, 20 og 2,5 sem er hérna. Og þá færum við gráðubóan 22,5. Sting, alveg pottþétt hérna. Og svo bara upp með saugina. Og rennum við þessi hérna, sem svona. Já. En hvað ætlum við að hafa þetta, hvað á hver bita að vera stór? Sko, við ætlum að hafa innanmáli á kassanum svona 55-56 cm. Já. Þá er lengra horni hérna 31,5 cirka. Já, það getum við mælt á eftir. Fyrst tökum við bara sniðið. Já. Og ég held að sé gott að taka 31,5. 31,5. Hefst þá sæið. Veitu, hvað þurfum við, ef við höfum þetta sko 5 eða 6 hæða, hvað þurfum við marga bita? Það er 8 bitar í hverja röð, þannig að ef þú ert með 5 þá þarftu ekki að saga hana með 40 glossa. Heit! Gjörðu svo vel. 40 stykki. Takk að fyrir. Já. Herðu, hvað liggur fyrir næst? Þá förum við bara að kíkja á það að setja þetta saman. Já. Hringinn. Ég er ekki rétt að raða saman einu hring. Jó. Þurfum að sjá hvernig formið kemur út. Já. Svona. Svona. Hörðu, borðið okkur ekki nóg stórt. Það er allt í lagi. Það er... Býtu, við þurfum að teikna þetta á sig. Það er þetta að tegja á þessu sko. Svona. Já. Kemur það svona. Nú voru spurningin, voru gráðurnar réttar? Já. Það kekka ekkert af því. Nei. Þetta er sko alveg... Sér þetta? Þetta sé flott. Þetta er svaka flott. Þannig að þarna er þá komið sko formið á blómakassanum. Já. Svona. Já. Svo þannig að þynga þetta niður. Já, það var þetta svolítið þyngað. Það er
Þá er bara að setja eina skrúi í. Smellu einni skrúi í þetta. Já. Má ég bora? Já, já, þú mátt bora núna. Og þá höfum við það niðri. Já. Hvað svona? Já. Hérna. Já. Er það ekki? Jú. En fyrsti hlutin komið hérna og síðan höldum við bara svona áfram. Bara næsti og næsti og næsti þar til við erum komin með heilan hring. Þetta er svo mikið átak, þetta hleypur allt í, en við erum með ryðfríar skrúfur, þannig að þetta þolir hvaða veður aftur sem er. Þó það komið hagl, þó það komið rigning, snjór, skiptir engum máli. Þetta er ryðfríar hvað. Gott að þetta ryðfríar hvað? Ætli hérna borvílar séu ræktaðar á einu bora. Já, það er mjög trúlegt. Sjá. Sér það? Haldið sig í góðu lagi. Það sé. Komið sæl, í þéttum þetta helst. Setjum þessa lista á allan hringinn. Já. Snúum hann svo við. Já. Snýðum svo botnin í. Flott. Úr afgangan. Já, og bora þetta í. Bora þetta og skrúfa. Þetta er 3,5. Ha! Er það ekki? Það held ég. Svo skalum við hérna hjarta spinnulíði. Er það ekki? Já. Jæja Guðjón, þá lítur þetta svona út. Já. Botngrindin tilbúin hérna. Já. Og sömuleiðis festingarnar fyrir Listandi fyrir botni. listandi fyrir botnin. Já. Þá förum við bara snýða í botnin. Já. Það eru konar tvær, svo þurfum við að fara að taka þetta með sniði. Já. Þetta er sniði. Já. Jæja, þegar öll er á botnin kolt, Já. þá var nátt að segja að hann sé tilbúinn. Tilbúinn. Hérna. Já. Jæja, þá er hérna önnur hæð af 5. Önnur hæð tilbúinn. 5 hæða blokk hjá okkur. Já. Og þá er spurningin, þetta þarf að hanga saman einhvern veginn, ekki? Jú. Gengur ekki að leggja þetta bara og segja svo bara, þetta hangir á líni. Amen. Amen bara, bless. Nei. Við notum bara sömu skrúfur, við notum hérna í ramman utan á. Já. Borum bara hérna á ská. Já. Hérna. Og skrúum bara niður. Já. Hérna bara á 4 stöðum. Ok. Látum það bara duga. Bara svona. Já. Já. Þetta sé flott. Já. Þá er bara eftir að, hvað, fylla mold í þetta? Setja mold og... En á maður ekki að setja eitthvað inn í þetta? Eitthvað svona eitthvað klæningu eða eitthvað, plast eða eitthvað?
Það er alltaf ágætt að vera með eitthvað plastúk inn í. Já. En það, konurnar sjáum það. Það er sjáum það. Það er fyrir demunu. En verður það ekki bara sett í þetta mold og Jú. plast í hringinn? Og plastblóm. Og svo plastblóm. Græn allt árið.